Við ætlum að fara út á Granda þar sem að stendur gamalt hús, mjög illa farið hús Benedikts Gröndals og þar ætlum við að hitta Guðmund Andra Thorsson sem búinn að skrifa bókina Sæmd þar sem að Benedikt stór persóna. Andri, það einkennilega komið fyrir þessu húsi sem að einu sinni stóð við Vesturgötuna. Já, þetta er Gröndalshúsið fræga og svona koma nú Reykvíkingar fram við skáldahúsin sín, öfugt við Akureyringa sem að gera húsunum sínum allt til góðs og prýða þau að fegra á alla lund, þá sláum við bárujárni utan skáldahúsin okkar og förum með þau þangað þar sem að enginn sér þau og enginn getur notið þeirra og enginn fær að finna þá miklu andlegu krafta og sem að svo sannarlega eru hér í hverjum vegg þessu merka húsi. En í þessu húsi bjó Benedikt Gröndal, þessi furðulegi maður. Já, hann keypti þetta hús og hann lyfti því líka og gerði bardúsaði heilmikið við þetta hús og hér bjó hann með Helgu dóttur sinni sem hann kallaði Túllu litlu og svo var hann lengi með 2 stúlkur hjá sér sem að hétu Helga og Estífa sem að svona sinntu fyrir hann heimilistörfum og slíku og ég hef lesið lýsingar á því að hann gaf þeim alltaf nammi fyrir svefnin, kom alltaf inn til þeirra og gaf þeim brjóstsykur fyrir svefnin áður hann fór að sofa og gaf þeim líka brjóstsykur á morgnana og var ógulega góður við þær og það var alltaf verið að drekka kakó í þessu húsi og ljúfar minningar sem að allir eiga kallinn sem að komust nálægt honum sem að sko urðu svona nánir honum en gagnvart öðrum var hann svona nokkuð kaldur. En húsið sögusvið bókarinnar sem að nefnist Sæmd. Já, að einhverju leyti sko í raun og veru mín bók gerist 1882 hann kaupir þetta hús 1888 þannig að ég svindla aðeins en ég meina Hollywood lætur sko heilu systkinin gufa upp þegar Hollywood að gera myndir raunverulegt fólk og breytir öllu og aflagar allt þannig að ég hugsaði með mér úr því að Hollywood má gera þetta þá hlýt ég að mega að láta hann búa í þessu húsi þó að í raun og veru hafa hann búið á Þingholtsstrætinu þegar þessir atburðir gerðir sem hann sagan segir frá. En af hverju ertu að skrifa Gröndal? Ég hef verið heillaður af Gröndal bara frá því að ég var strákur. Ég held að Heljar, slóðar og orusta kom út þegar við vorum krakkar hjá Fjölva og með teikningum eftir Halldór Pétursson, svona ærslafullum teikningum og þetta las ég og varð ákaflega hrifinn af þessu og fór svona að lesa mig til Gröndal eftir að ég kynntist þessu og svo seinna meir þá gleypti ég í mig bækur eftir Þorstein Thorarensen sem að fjölluðu svona lok 19. aldarinnar, miklar og góða bækur sem hann skrifaði. Og þar svolítið fjallað þetta, eða svona aðeins tæft á þessum máli sem ég geri að svona, sem er svona kveikja söguna hjá mér. Og þetta svona lúrði alltaf í mér að það væri gaman að gera þessu máli skil, segja svolítið frá því. Þetta svona lítið og skup ómerkilegt þjófnaðarmál. En það leynir sér ekki söguna, þú ert með hrifinn af Gröndal, hann er náttúrulega rosalegur hæfileika maður en hann rekst frekar illa í þessu samfélagi. Já, hann hafði mikið mannvita Gröndal og ég og var mikið skáld og mikill fræðimaður, mikill vísindamaður og mikill fjölfræðingur. Sumir hafa sagt hann hafi verið svona síðasti fjölfræðingurinn sem við höfum átt en það kannski gerði það verkum að hann kannski naut sín aldrei alveg á einu sviði. Ég hef alltaf verið dálítið hrifinn á ljóðunum hans, þau eru svona
geysilegt flug í þeim og mikið andagift og fallegar hugmyndir sem hann vefur mjög fallega saman en samt eins og ná ekki alveg að lifna ljóðin engar síður og það hefur alltaf heillað mér dálítið þessi svona snilld á villigötum, snilld sem finnur ekki alveg farveginn sinn og þannig var Gröndal svolítið og þannig eru kannski margt af okkar besta fólki dálítið þannig í íslensku samfélagi. Það er óumræðilega snjallt af einhverju sviði en finnur snilld sinni ekki réttan farveg í þessu þrönga, litla, dómharða samfélagi. Þannig að stundum gat Gröndal ekki tala við neitt nema bara dónana á knæpunum og fór þangað frekar en að búa lengur við þetta svona viðhorf sem ríkti til hans sem að einkenndist af svona umburðarleysi og tilættunarsemi að hann væri trúður. Annað sögusvið bókarinnar menntaskólinn, eða lærði skólinn og þar sem við erum með persónu sem mjög heillandi, reyndar, Björn M. Olsen sem var þarna mikill lærdómsmaður og harðstjóri. Já, hann kemur þarna að skólanum og hérna eru bundnar miklar vonir við hann. Hann heldur þarna ræðu og svona ungur og glæstur og segist alltaf verða svona fremstur meðal jafningja og hvetur piltarnum til að leita til sín allt stórt og smátt og en svo hann ekki fyrr byrjaður að hann farinn að snuðra í öllu, hann farinn að elta þá ganga til að gá hvort þeir sé að reykja og hann að taka af þeim pípurnar sem þeir eru að reykja og hann að njósna þá og hann að láta kennarinn að skrifa svona nótur fyrir stórt og smátt og geysilega afskipta samur alla hluti og smám saman verður til þarna einhvert ástand sem að var bara mjög slæmt að tala ástandið í lærðaskólanum. En þetta merkismaður, fræðimaður, fyrsti rektor háskólans. Já, og mjög góður fræðimaður, það eru allir á einu máli það og hann hefur verið nefndur faðir íslenska skólans sem hefur kallað það svo í íslenskum fræðum. Hann sem sé kennari Sigurðar Nordal og Einars Ólafs Sveinssonar og fleiri manna fyrri kynslóð og hann svona mótaði íslensk fræði eins og þau þróuðust hérna á Íslandi svona öðrum fremur og Konráð Gíslason vildi fá hann út til Kaupmannahafnar til að gerast prófessor þar í sinn stað og þannig að svona á fræðisviðinu var hann afburðamaður og hann þótti líka afburða skemmtilegur maður. Hann var skáld, hann orti Þór Malakoff og fleiri svona gamankvæði og gleðimaður og vandaður maður í alla staði en hafði þennan skapgerðarbrest, skulum við segja. Það sé honum lét ekki vel að stjórna hafa mann á forráð yfir ungum mönnum. Þú teflið þeim svolítið saman þarna honum og Gröndal. Já, hann það má segja Björn M. Olsen var þessi farsæli, vel heppnaði fræðimaður en Gröndal var misheppnaður fræðimaður, verður eiginlega að segjast. En sem maður var Gröndal farsæll en Björn M. Olsen var ekki alls kostar farsæll í sínu lífi sem maður. Svo náttúrulega þarna lýsing á aldarfari sem er mjög áhugaverð. Já, það má segja að 19. öldin mjög heillandi tími hérna á Íslandi vegna þess að þá Ísland að brjótast út úr svo aldalöngu fari og hér að verða til nútími og hér orðin til þessi borg Reykjavík orðin svona vettvangur fyrir svo margt fleira en áður hafði verið og hér að mynda svolítið bæjarlíf og svolítið samfélag og þetta heillandi heimur. Og þetta dálítið í kringum þennan skóla, þetta svo fyndið að þarna eru frjálsræðismenn
sem halda sko réttarhaldi yfir veselum skólapilti fyrir lítinn glæp. Já, ég vil nú ekki fara of mikið út í þetta en þetta er sem sagt glæpasaga en glæpasaga eins lítinn og ómerkilegan glæp og hægt er að fremja eiginlega. En það er alveg rétt, það er dregin upp mynd af svona nýlendu hugarfari. Já. Við skulum ekki gleyma því að þetta er nýlenda og þessir frjálsræðismenn eru nýlendu búar og þetta er ekki frjálsir menn.